Þín ánægja. Komið sæl, skulum hefja yfirferðina við að skoða hér stöðuna á hæðum og lægðum hérna í kringum landið. Við sjáum þessa hérna tvíburalægð hér milli Skotlands og Íslands og það eru þær tvær sem að stýra veðrinu hjá okkur á næstunni. Þessi hæð hér, hún muni síga söður og mynda svona nokkuð myndilega hæð við Azoreyjar en kemur ekki mikið við sögu hjá okkur. En þær verða hér síðustuna að hringsnúast hvor aðra á næstunni og þeirra áhrifa gæti líklega eitthvað fram yfir helgi. En á hitasviðinu þá sjáum við að þær eru að draga hins vegar til okkar töluvert af mildu lofti og það kemur hérna sunnan úr Evrópu og fer hér dálítið fyrir norðarland en kemur síðan aftur að, þannig þetta þarf ekki endilega að vera alveg alslæmt að þær séu á þessum stað. En ef við lítum síðan á þá þróunina á veðrinu, það teiknaði upp hérna vestanlands þegar leið á daginn í dag og fór að rigna núna síðdegis og síðan fara þessi skil hér vestur af þegar kemur fram á kvöldið en aftur á móti verður við logandi úrkomu hér allra syðst og við suðausturströndina áfram og eitthvað fram á nóttina en síðan dregur úr því þegar fram í sækir. Þannig hádegi á morgunin og líklega bara hérna allra syðst sem að verður einhver væta. Hitinn svona á svipuðu slóðum og var í dag, rúmlega 15 gráður í dag og kannski 16-17 gráður sem hlýjast verður á morgun. Hins vegar kannski má segja að svona lægstu hitatölur eins og næturhitinn, hann verður heldur hærri í ljósi þess að við erum með hlýrri loftmassa yfir landinu. Þróunin síðan frá þá hádegi á morgun til föstudags að það kemur nýr bakki hérna inn á norðanverðu. Það muni skila einhverjum dropum svona í öðrum landslutum og það þá einn og helst hér á suðvesturhorninu sem það hangir svona nokkurn veginn þurrt. Mjög víða verður þó alveg þurrt, einhverjir staði fá einhverja stöku skúrabletti en það verður nú alveg í minna lagi og hitatölur verða áfram á svona svipuðum slóðum. Við sjáum að hér ljósið þess að þrýstilínurnar eru býsna þéttar hérna við suðausturströndina og vindur nokkuð eindreginn austanátt og strekkingsvindur. Það þá einna helst hér allra syðst sem við Öræfi sem að verður ansi hvasst og eins líka þá á norðanverðum ströndum og þar gæti þá líka orðið svolítil úrkoma en aðrir fá nú minna. Svo þróunin þá frá föstudegi og yfir til laugardags. Það mun blotna nokkuð duglega í norðanverðu landinu á föstudagskvöld og aðfaranótt laugardags og það mun blotna í raun á öllu landinu á einhverju tímapunkti en ekkert endilega alltaf allir á sama tíma. En síðan hér á hádegi og laugardag að þá eru úrkomusvæði hér yfir og norðan og austanverðu landinu og það þá einna helst hér á suðvesturhorninu sem að verður þurrt. Hitatölurnar áfram svona svipaðar, það verður eitthvað svalar hérna í norðaustanstrengnum yfir Vestfjarðakjálkanum en að öðru leyti verður hitastigið svona á svona rúmum 12-14 gráðum eða svo þar sem best lætur og þar sem þurrast en síðan ef við lítum yfir á sunnudag þá er vindur orðin svona heldur suðaustanstæðari og þá fer úrkoman að færa sérna suðu með aftur en þá þotnar nú aftur fyrir norðan þannig að það verður svona svolítið skipt á milli landsluta en allir fá eitthvað. En ef við förum þá aftur yfir til Evrópu, þá sjáum við hér í tvíburalægðirnar hérna milli Íslands og Skotlands og þær hafa mikil áhrif á Norður-Evrópu. Hæð hér langt austur í Rússlandi, hún heldur á móti þannig að þetta stoppar hérna yfir miðri svona og austur-Evrópu getum við sagt en úrkoman mjög víða í álfunni, það ekki fyrir við komum hérna suður undir Miðjarðarhaf að það fer svona að stytta upp en einhverja smá skúrir ná nú að draga sína suður eftir og Íberíuskaginn sleppur nú einna best nema þá ef undan skilið þá norðvesturhornið þar sem að það verður úrkoma sem fer hérna inn Biskajaflóann og inn til Alpanna og það Galisía munum fá eitthvað af því hérna á norðvesturhorni Íberíuskagans. Á Kanarí norðaustanátt og það gert ráð fyrir að verði nú einhverja smá skúrir þá sérstaklega á svona áveðurs á norðurhlutanum en ætti að vera mun bjartara og eitthvað aðeins hlýrra á suðurhlutanum. Norður-Ameríka sólrík fyrir það mesta. Það einhverja smá skúrir eins og í Winnipeg og San Francisco og svo þá Flóridaskaginn sem að liggur hér í svona leifum af skilum hérna. Það nokkuð kröftuga skúraleiðingar á þessu svæði og við búið að verið þrumur og eldingar í því líka. En annars til þess að gera hlýtt og sólríkt. En við skulum láta gott heita í kvöld. Verið þið sæl.